Það ávallt mikið dýrðir þegar að lokahóp fyrstu deildar leikmanna og kvenna fer fram undir lok Íslandsmótsins ár hvert og þetta var í 7. sinn sem að leikmenn voru útnefndir í fyrstu deild karla af leikmönnum og þjálfurum deildarinnar. Og hér sjáum við KA-mennina renna í hlað fyrir utan Hótel Ísland. Efnilegasta leikmanni fyrstu deildar kvenna á Íslandsmótinu árið 1989 fyrstu deild. Og hún er Arndís Ólafsdóttir KA! Arndís Ólafsdóttir KA! Hvað ertu? KA-menn hafa gert það gott í knattspyrnunni í sumar. Þeir eru Íslandsmeistarar í meistaraflokki karla á dögunum. Og hér fá þeir leikmann úr röðum kvennanna, kosinn efnilegasta stelpan í fyrstu deild kvenna, Arndís Ólafsdóttir. Og knattspyrnumaður ársins í fyrstu deild karla, hörpudeildinni er hann á það svo sannarlega skilið. Knattspyrnumaður ársins árið 1989 í fyrstu deild karla hörpudeildinni er Þorvaldur Örlygsson KA! Þorvaldur Örlygsson er knattspyrnumaður ársins 1989 í fyrstu deildinni hörpudeildinni eins og Þorgeir Ástvaldsson sagði. Þetta er sá mestu heiður sem að íslenskum knattspyrnumanni getur hlotnast hér á Íslandi að vera valinn af mótherjum sínum og þjálfurum fyrstu deildar. Nú þess má geta að félagar hans í KA og þeim er ekki heimilt að kjósa hann í þessari kosningu og engum leikmanni er heimilt að kjósa samherja sinn, svo að Þorvaldur er þarna kosinn af mótherjum sínum og þjálfurum fyrstu deildar, svo við getum þá rétt ímyndað okkur hvort hann eigi þetta ekki skilið strákurinn. Þorvaldur hefur verið besti maður KA-liðsins í allt sumar og á sennilega stærstan þáttinn í því að Íslandsmeistaratitillinn fór norður yfir heiðar í ár. Leikmaður sem hefur unnið til þessa góður félagi, lykilmaður Íslandsmeistaranna og á leiðum í atvinnumennsku. Þorvaldur Örlygsson KA. Hvernig er þið nú innanbrjósts eftir smá tíma? Veistu að ég er eiginlega ekki að fatta það ennþá. Það er búið að vera mikið að ske hjá mér undanfarnar vikur. Við erum búin að vera Íslandsmeistarar. Ég er komin að fá tilboð frá Nottingham Forest að spila atvinnumennsku. Er að vera kosin besti knattspyrnumaður þessa móts. Er það besta sem hefur skeð fyrir mig á ævinni og að virkilega dreyma það. Hefur mér aldrei virkilega að verið draumur en að það skulle rætast í dag. Ég virkilega trúi því ekki ennþá en ég ætla að vona að ég fara að trúa því á morgun. Einn góðan veðurdag, eða nokkra góða veðurdaga, varst þú lítill og átti þína draumi í knattspyrnu og nú horfa eflaust á okkur einhverju litli guttar sem að dreyma það sama og þú átti einhver skilaboð til þeirra? Ég ætla bara að vona að þeir haldi áfram að dreyma eins að þegar ég byrjaði í 7. flokk KA þá var það fyrst sem ég dreymdi það var að komast í atvinnumennsku. Síðan þegar maður eldist þá var að komast í atvinnumennsku og að ég skulle komast í besti knattspyrnumaður í Íslandsmótinu í ár. Veistu að ég trúi því bara ekki en veistu að tilfinningin er hreint frábær og ég vona þessi ungi strákar sem er að byrja í dag að þeir virkilega leggja sig fram og að takmarki sig alltaf hátt hjá þeim en að aldrei að þið vera með mikil vonbrigði. En mér langar að þakka þess að þó svo að ég hafi fengið þessi titil að vera komin besti maður í Íslandsmótinu þá er þetta einungis þess að við KA-menn við hlutum Íslandsmeistaratitilinn í ár og þetta er einungis smá rós í hnappagat hjá okkur að þess að ég er talinn ég er kosinn besti maðurinn en ég er einungis einn af 11 mönnum í KA og KA-mennir hinnir sem eru með mér í liðinu
bróðir minn og allir aðrir, þetta eru menn sem eiga virkilega þökk fyrir þennan titil og þeir eiga virkilega þátt í þessum titli. Að vera kosin besti maður er náttúrulega einn maður, en KA-liðið á þátt í þessu ekki bara liðið, heldur stjórnin og áhægendur liðsins. Til hamingju og þakka þér fyrir. Hafdís, hvernig er þér innanbrjósts? Nú ert þú ung og efnileg og varst kosin efnilegasti leikmaður í fyrstu deild kvenna. Hvernig er þér innanbrjósts? Er þetta ekki mikill heiður? Já, þetta er náttúrulega mjög mikill heiður en ég er ekki búinn að ná þessu ennþá. Áttirðu að vona þessu fyrirfram? Nei, ég bjóst ekki við þessu. Hvað er það sem að þú heldur að hafi svona skapað þetta fyrst og fremst að þú náðir þessum árangri? Ég veit ekki í rauninni hvað ég segi það, en það lítur að vera eitthvað. Næsta ár á að halda þessu titli? Já, það er stefna því, eða hinum. Nú, Þorvald Örlygsson þekkja sennilega flestir knattspyrnunundur en hann var maðurinn á bak við bæði mörk Péturs Péturssonar á Laugardalsvelli á miðvikudaginn var. En við ætlum ekki að tala um landsleikinn, Þorvaldur. Ég veit að þú ert tímabundinn, þú ert að leita Nottingham Forest í fyrramálið. En líktu nú tilbaka aðeins fyrir okkur og farðu í stuttumáli yfir Íslandsmótið. Já, yfir Íslandsmótið, já. Byrja náttúrulega undirbúningstímabil hjá okkur og fleira og takmarkið okkur var náttúrulega alltaf að standa okkur sem best og ganga betur en árið undan náttúrulega. Og Evrópusæti var okkar takmark og í upphæði móts var það náttúrulega fannst okkur mjög raunhæft. Íslandsmeistaratill var svona aðeins fjärstæðara fannst okkur, svona kannski ekki þetta árið. En síðan þegar við fórum að líða að taka móti og við varum farin að vinna svo kallið betri liðinu, svo Fram, Valur og KR og þannig að þá sáum við þetta að við gátum alveg svona meistarar eins og að taka Evrópusæti því við vorum ekki með síðra lið og jafnvel betri lið en hin liðin, þannig að þegar líða tók á móti þá var takmarkið komið inn í hausinn á okkur að verða meistarar en það var náttúrulega ekkert að veruleika fyrir akkurat á síðustu þegar flautaði til leiksloka í síðasta leik og þannig að spennan var geysileg. Nú segja sumir gárungar að úrslitin á Íslandsmótin hafi ráðist í Hafnarfirði þar sem F-fangar stóðu besta vígi fyrir síðustu umferðina. Hvernig leið ykkur í Keflavík? Þið urðuð að vinna til að segja einhverja möguleika, F-fangar máttu heldur ekki vinna. Fenguð þið fréttir úr Hafnarfirðin á meðan leiknum stóð? Ég fekk fréttir að ég þurfti að horfa á leikinn, ég þurfti að vera í leikbanni, þannig að ég satt utan vallar og frétti úrslitin en strákarnir á velli frétti ekki úrslitin fyrir leikloknum og trúði á alla sjálfur, þannig að spennan hjá þeim hefur örugglega verið alveg gífurleg en pressa var náttúrulega mest á Hafnfirðingum og þeir þurftu að vinna og við höfum náttúrulega engu að tapa svo sem við þurftum að við bara vinna Keflavík og þá var Evrópusæti komið hjá okkur en þá hefði fengið bónus að FH tapað og Fylkismenn tókst að vinna F-fáinga og þar mörðum við meistarar. En nú er þetta keppnistímabil að baki og þeir segja það fyrir norðan að grundvöllurinn að velgengni í KA sé að það að þið hafið haldið hópinn í nokkur ár. Nú ert þú á förum, knattspyrnumaður ársins 1989, ert á leið til Nottingham og ætlaðir kannski að leika til frama hjá Nottingham Forest, ekki rétt? Jó, það verður náttúrulega ónættilega gaman að komast í lið og komast að hjá Nottingham Forest. Þetta er eitt af stóru liðum sem hefur náð virkilega góðum árangri undanfarin ár og það er náttúrulega önnur rósin hnappagata eftir alla þessa törn að vera Íslandsmeistari, koma síðan aftur og eru byrjunlega í landsliðinu og síðan í gærkvöldi kosin besti maður Íslandsmótsins af leikmunum, þannig að það yrði virkilega stór rós fyrir mig að komast þarna að og fá að spila með Nottingham. Talar ekki um ef við myndum fara síðan og vinna titla þar líka, það væri frábært. Nú er það ljóst að þú getur ekki undir neinnar hvíldar. Ströngu Íslandsmóti lokið og þú fer beint yfir í ensku knattspyrnuna. Nú ef svo heldur áfram sem horfir að þú verður hjá Nottingham Forest í vetur þá kemur þú hingað heim til landsleikja næsta sumar, þannig að það verður engin hvíld. Nei, það er svo ekki hvíld ef svo verður að ég komi stað hjá Nottingham og ég reyndar að mæta æfinga á mánudagsmorgun og þá var náttúrulega ekkert hvíld fyrir bara í maí næsta ári og svo landsleiki þá vonandi, þannig að það er lítið stopp.